Hæ, góð daginn. Ég heiti Anna Kristín og ég mun kenna ykkur þennan áfanga í vetur og það eru allar upplýsingar hvernig ég ná í mig annarkvort á innu eða í námsáætluninni þannig að þið bara finnið ykkur leiðin ef þið þurfa að ná að mér en síðan erum við náttúrulega alltaf með umræðutíma einu sinni í viku og ég mun setja inn það sem við vorum að tala í lótunni svona mestuleyti núna núna á eftir þannig að við eigum að allir geta verið svona nokkurn veginn á sömu blaðsíðu hvort sem þeir komu í lótuna eða ekki. Þannig að ég bara hlakka til að vinna með ykkur og þetta verður örugglega mjög skemmtileg bara skemmtileg haust með svolítið öðruvísi áskorunum heldur við höfum venjulega verið með. Takk fyrir! Þá það kynningin sem ég var með í lótunni í þessum áfanga og þetta það sem ég ætla að fara yfir. Það eftirfarandi. Það fyrsta lagi skipulag námskeiðsins, það markmiðin og námsáætlunin og námsmatið. Það lesefni, netið og efni frá kennara. Það helstu stefnur á íslenskum leikskólum, kynning á þátttakendum, inna. Það ég fer aðeins yfir hvernig hún virkar og það tilrauna umræðutími, tilrauna fjarkennslutími og tilrauna verkefni eða próf. Og síðan ég með fyrirlestur, hvað uppeldisfræði og ég set hann sér og fjalla aðeins dagbækur og hugkort, verkefnið sem þið byrjið á núna eftir lótuna. Námsáætlunin á innu á 2 stöðum og ég fer næ í hana leið og ég fer yfir í innuhlutann. Námsmat og einkunnir líka á innu og fer inn í það þegar ég fer í innuhlutann. Markmið áfangas eftirfarandi að nemandinn hafi öðlast hæfni að bera kennsla á ólíka þarfi barna út frá þroska og aldri. Í öðru lagi átti sig á muninum á aldursmiðari og þroskamiðari þjónustu, það ekki það sama. Í þriðja lagi hafi öðlast þekking á sértækri þjónustu við börn með sérþarfir á sviði menntunar og atferlis. Þekki helstu stefnur sem leikskóla hér á landi starfa eftir og átti sig á mismunandi uppeldismarkmiðum þeirra og geti sett upp kynningu heildræna stefnu og flutt fyrir samnefndur og kennara. Þetta svona það helsta sem við ætlum að ná eftir áfangan. Skipulagið eftirfarandi. Það engin próf en sum verkefnin munu líta út alveg svo próf. Já, ég veit það. Við förum aðeins í það nánar. Fyrsti hlutin, það staðlóta 1 sem erum í núna og það sem ég að fara yfir allt sem tengist námskeiðinu, hugtaki uppeldisfræði, skoðum það og ræðum fyrirkomulagið á dagbókunum sem eru fyrstu verkefnin. Vinnan eftir fyrstu vikuna að þið eigið að skrifa 6 dagbækur í fyrsta hlutanum og hugakort hverja og eina og hver dagbók eina stefnu sem unnið eftir á íslenskum leikskólum. Annar hluti sem staðlóta 2 að þá komið þið með öll gögnin ykkar, alla dagbækurnar ykkar og hugakortin og vinni saman í hópum og búið til ykkar eigin draumaleikskóla og þannig setja sjá þið ritgerð sem ekki ritgerð því þið verður að skrifa þetta niður fyrir ykkur sjálf en svo þið bara búa til kynningu því ekki að skila mér skrifuðu dóti en því að skila mér sem skila hópnum hvernig þið viljið hafa draumaleikskólan ykkar eftir það einhver einn stefna eða viljið taka hluta úr öllum stefnunum eða hvernig viljið þið setja þetta upp það á að taka minni mig eitthvað tvennt úr hverri og svo það ræða þessu saman og hvernig myndu þið vilja hafa leikskólan nákvæmlega sem þið vildu setja upp síðan það eitthvað 3 lítil verkefni í tengslu við efnið sem eftir lótuna og vinna við ritgerð. Síðan ætlum við að fara yfir í kynningar nemenda og annað. Ég set hérna íþróttur og börn og það náttúrulega bara vitleysa. Við erum ekkert að fara yfir það. Við erum löngu búin að fara yfir það í öðrum áfanga. Og ég þarf að skoða aðeins hvað ég ætla að hafa þarna í lótunni. Þið bara ignorið þessar íþróttir. Lokaverkefnið sem sagt ritgerð og kynning og hún flutt í lótunni, unnið í hópum og það bara hver hópur með 1 verkefni og það engir 2 með það sama. Námsefni, það engin ein bók og það lesefni sem kennari bendir á og ég reyna að finna á íslensku en það ekki alltaf hægt. Það annað efni, það myndbönd sem kennari setur fram annarkvort eitthvað sem ég tek upp sjálf eða
efni sem ég finn á netinu og þá það væntanlega mest á ensku. Og þið verðið að bjarga ykkur sjálf þar. Þið verðið að gera nota þýðingavélar eða orðabækur eða eitthvað svoleiðis. Þið eru komið það langt þið eru komin það langt í náminu að þið eigi að geta farið að lesa líka eitthvað á ensku. Og síðan ég með einhverja fyrirlestra úr efni tímana sem ég sendi inn það bara ekki í hverri viku eftir sem við kemur. Síðan vorum við núna fórum við inn á Mentimeter og allir skrifuðu hvaða stefnuðu þið þekki í íslensku leikskólum og út frá því kom svona orðaský sem að kemur hér. Og mér langar að skoða kannski og bera það saman eftir kúrsinn hvort að það hafi eitthvað breyst. Síðan vorum við með kynning og nemendum sem alls ekki virkar hér þar sem við erum bara í fjár. Umræðutímarnir eru 15 í innu og þeir eru á þriðjudögum kl. 16:35 til 17:35. Einhverjir þeirra verða í rauntíma, þannig þá nota ég annarkvort fjarkennsluna. Það heitir fjarkennsla í innu eða Zoom. Ég reikna frekar með því að verði Zoom en ég samt búin að setja upp eitt pröfutíma í fjarkennslunni þannig að þið geti farið inn og sjá hvort þið komist inn eða hvort þið lendið í einhverjum vandræðum. Og ef ég hef þessa rauntíma að þá reikna ég frekar með að skipta hópnum í tvennt og það sé bara hálftími á hvern hóp. Vegna þess að þið eru það mörg að það kemur ekkert vitrænt út úr því ef við erum öll í einu í rauntíma. Þannig að ég veist að það sé betra að vera bara frekar í styttri tíma og vera færri. En það bara útfærsla sem við förum inn á seinna. Síðan það þá bara inna. Hvar allt ótið innu? Hér ég inn sem nemandi og ég byrjaði á því að fara bara inn í efni og hér allt efni sem við erum að tala um í lótunni og það í fyrsta lagi bara kynningin núna og svo fer ég yfir í námsáætlunina og einkunnarregluna. Ég fer aðeins yfir hvernig uppsetningin á dagbókum á að vera og sýni, eru bara tvö einföld mynd hugakort og síðan það fyrirlesturinn sem örlítil kynning á stefnunum en hún bara mjög stutt og ég ætla að hafa það í sér fyrirlestri. Og síðan hér Facebook-grúpan sem ég hvet ykkur til að ganga í því að þar, ef þetta eru almenna fyrirspurnir, þá mun ég setja þær inn hér í Facebook-grúpuna. Yfirlitið, þegar þið opnið innu, þá þetta myndir sem þið sjáu fyrst. Það heimavinn og markmið, það verkefni, það próf og ef það búið að setja upp eitthvað tíma í fjarkennslu, rauntíma, að þá opnast flipi hér leið og kennari búin að birta áfangan. Þessi flipi kemur ekki fram nema búið sé að setja upp tíma í fjarkennslu. Ég með eitt pröfutíma sem ég ætla að biðja ykkur að smella á og fara inn í og ástæðan fyrir því að ég vil að þið pröfið að mér langar að heyra hvernig ykkur gengur. Þið sem sagt smellið á hnappinn þá eigið að hoppa inn í kennslustunduna og þá þið spurð hvort þið viljið vera með mikrofón eða headphone og þið veljið mikrofón því að þið veljið headphone þá getið ekki talað en náttúrulega það engar umræður ef fólk getur ekki talað. Síðan kemur að þið eigið að prófa. Ef þið í Apple þá kemur upp villmelding og þá þurfum við að fara þarna einhvers staðar fyrir miðju skjásins eða í hægra megin, ég man ekki hvernig það var og segja að þið leyfið pop-up glugga. Þið komist ekki inn á Apple nema opna pop-up glugga og líklegast verðið að fara inn á Safari. Ef þið allavega hún leifir ykkur ekki inn, prófið þá að opna Safari og gera þetta aftur. Það eru vandamál eða hafa oft verið vandamál fyrir Apple tölvurnar að komast inn. Verkefni og próf, hér eru upplýsingar fyrirgefið og hér til dæmis námsáætlunin. Hér námsgagnalisti ef hann einhver og eins eru ef það væri eitthvað prófið eitthvað eldri að þá væri þau hér en það engin prófi í þessum áfanga þannig að þetta ekki prófaáfangi. Þannig að hér bara nafnið á mér. Verkefni og próf næsti liður sem kemur hér og þá
raðast hér inn öll verkefnin og leiðu ég er búin að setja þau inn og ég er búin að opna þau þannig að þið sjáu þau og það eru líka það sem að flokkast sem próf sem það þetta hérna, þetta pröfuverkefni þið sjáu það að þið farið aftur yfir hoppa aftur hérna yfir í, að þá kemur þetta undir liðnum próf. Þetta samt ekki próf og ég mun ekki nota það þannig, en ég ætla að nota að því að það eru eiginleikar hérna í yfirferð sem mér langar að pröfa að nota og þá verði ég að setja verkefnið upp sem próf þó það sé áfram bara verkefni. En við bara förum í það líka þegar að því kemur. En við erum sérst hérna inn í liðnum verkefni og próf. Síðan erum við í efninu sem við vorum búin að fara yfir. Umræðuna koma næst og þá ég búin að setja hér upp eina pröfu umræðu og þið smellið á það til þess að opna hana ef hún vill leyfa okkur að opna og þá vil ég biðja ykkur endilega að svara hér hvort að þið geti svarað og þið geti svarað bara beint, sjáðu hér innlegg frá mér og þið geti svarað bara beint með því að fara hér inn og þá bara kemur hérna upp einhver gluggi og ég svara og vista og þá kemur svarið mitt hérna undir eða þið getur notað þennan hérna glugga og vista og þá kemur nýtt innlegg. Þannig að þið notið annarkvort reply-hnappinn eða gerið sjálf. Og þið sjáu hérna alltaf hvað búið að gera og annað, hvað búið að svara. Og það hjá mér hnappur sjáu þið sem að like og ég mun setja hérna ef ég ætla ekki að svara spurningunni sérstaklega að þá ger ég like á hana. Ég kem ekki til með að setja umræðu fundin upp þannig að þetta séu spurningar og þið svo að svara þeim. Ég nenni ekki að fá ef það er ein spurning og svo fá ég 21 svör þar sem fólk að kópura og pista af netinu. Ég bara nenni ekki þannig að ég vil hafa þetta sem umræður. Þannig að annarkvort kemur umræðuefnið inn á sunnudegi ef það er eitthvað sem þeir að búa ykkur undir eða þá það kemur bara daginn áður eða sama dag eða eitthvað, ef þetta er eitthvað sem þurfi ekki að búa ykkur neitt undir. Þá kem ég bara með það jafnóðum. Stundum erum við bara að horfa á vídeo og ræða það eftir á og það krefst náttúrulega í rauninni ekki neitt undirbúning. Það bara það gerum við þá á staðnum. En þetta eru sem sagt umræðunar. Og svo ef þær væru þá í fjarkennslunni. Hér síðan sameiginlegt svæði og hér getið þið lagt inn skrár til dæmis ef þið að vinna saman eða ekki. Við kannski prófum þetta í umræðutímanum á hvernig er því umræðutíma? Þriðjudaginn. Þannig að gera það. Hérinn eru einhverjurnar sem ég get ekki skoða hér af því að ég ætti bara inn sem kennari. En hér sjáu þið hvernig ég hef sett þetta upp einhvernardótið og ég ætla að fara inn í það mín megin. Fyrst ætla ég að fara aftur inn í efni, ná í námsáætlunina sem er hér og þetta er bara vinnuplaggið. Hér kemur bara hverju kennari, netfangið, lýsingin á áfanganum og þekking og leikni sem ég var búin að tala en það er verið að í þessum áfanga þá erum við að fjalla stefnu sem leikskóla starfa eftir og skoða á hvaða kenningum þær eru byggðar og við skoðum 6 kenningar. Við skoðum Reggio og Emilia, John Dewey, hjallastefnuna, heilsuleikskólan og umhverfisstefnuna. Og það vantar hérna hjá mér Maria Montessori, hún er hérna líka. Þetta eru 6 aðilar allt í allt. Og þetta eru, held ég, 3 konur og 3 kallar sem er bara mjög skemmtilegt vegna þess að það er ekki eins margar konur sem hafa verið að skrifa eins og kallar. En við erum með 2 íslenska stefnur sem eru báðar, höfundar af þeim eru báðar í hvortveggja konur sem er mjög skemmtilegt, finnst mér. Námsmatið að það er 25% ritgerð innan gæsalappa, þetta er það sem þið eruð að vinna úr dagbókunum ykkar og eru með kynningu, það er ritgerðin innan gæsalappa og þetta vinnið saman í hópi, þetta er draumaleikskólinn. Síðan eru það 9 viku og tímaverkefni og þar að vera það 6 dagbækur og svo 3 lítil verkefni eftir lótuna og þau eru og svo er það stórt verkefni sem er verkefni í tengslu við heildræna þjónustu við börn og barnafjölskyldur, metið með leiðsagnar og jafningjamati og líklega verður það í hópavinnu líka. Ég er ekki alveg búin að ákveða. Ástundun og virkni í staðlótun og umræðutímum. Það er engin ein bók en það er til ein bók reynsla á menntun eftir John Dewey í kaflanum stefnur en þið þurfið ekki að kaupa hana því hún í raun og veru við erum bara að nota hana í 1 viku
og svo kannski ef þau eru að nota hana þannig ég myndi segja að þetta bara að fara og fá hana lánaða frekar í bókasafninu eða eitthvað, það er allstað til, hún er það gömul og það getur verið erfitt að finna hana til sölu. Það var síðast þegar ég kendi áfangana, þá voru nemendur að lenda í erfiðleikum við að kaupa hana. Nemendur verða að skilja öllum þáttum. Staðlotan, það er það sem við erum í núna. Síðan förum við í Montessori, Dewey, Reggio Emilia, Hjallastefnan og í síðustu vikunni eru 2 stefnur og ástæðan fyrir því er okkur vantar eina viku. Af því við erum að byrja viku seinna heldur en venjulega. Þannig annarkvort komið þið til með að skila þessum 2 báðum í sömu vikunni eða þið fáið leyfi til að skilinni viku seinna. En þið þurfið að vera búið með það fyrir lótuna samt sem áður til þess að geta unnið eftir ef þið eruð að fara að vinna að þessum verkefninu í lótunni að þá þurfið að vera með allar þessar 6 stefnur. Í staðlótunni þá er þið sem sagt að bera saman hvað ykkur finnst vera flottast og virka best og búa til eina heilstæða stefnu fyrir ykkur og síðan er það bara haldið áfram að vinna það og sem sagt flytjum svo í vikunni þar á eftir og byrjum að fjalla heildræna þjónustu við börn og barnafjölskyldur, aldursmiða og þroskamiða þjónustu, aðalnámskrá leikskólans, greiningarráðgjafastöð ríkisins. Hér erum við með lesefni vegna ritgerðarvinnu og þá er það alls konar heimildadót og alls konar svoleiðis og loka vinnan við ritgerðir og kynningu. Og ég er ekki búin að setja inn hvenar við að skila ritgerðinni, ég ætlaði bara svona að bera það undir ykkur þegar nær dregur, hvort þið viljið skila henni fyrir, hvort það síðasti skiladagur eiga að vera fyrir lótu eða eftir lótu. Síðan flytjið þið einhvers konar kynningu á verkefnin ykkar og það verður líklegast, ég set kennarengun, já, það er ekki við því, það er við bara í heildina, lokinu. En ég reikna með að nota líka jafningjamat og annað á þessu og þá fáið uppgefið fyrirfram hvaða er sem þið eigið að horfa á til þess að meta eftir. Ok, þetta var námsáætlunin. Aftur tilbaka inn á innu og þá er það einkunnarreglan, hún kemur hér. Og það eru ástundun og virkni 25%. Og inn í því eru 3 lótur, 15 umræðutímar og samskipti og verkefni sem við vinnum. Ég segi verkefni á Facebook en þau eru náttúrulega ekki á Facebook, þau eru á innu. 9 lítilverkefni, þar að vera 6 dagbækur sem að unnið er eftir, eða skrifa dagbækur og hugakort og hverju stefnu. Þetta er fyrir lótu 2. Eftir lótu 2 eru 3 verkefni, lítilverkefni í tengslu við þjónustu við börn. Síðan er það ritgerðin sem er 25%. Já, það er ekki ritgerð fyrirgefið, þetta er kynning en af því þið verðið að skrifa fyrir ykkur þá er þetta svona hálfgerð ritgerð þannig að þetta dæmi er 25%, draumaleikskólinn er 25%. Síðan er það ritgerð og kynning sem er hópavinna. Skila þarf öllum verkefnum, það er gefin stig fyrir skilin, það er ef þið skilja á réttum tíma fáið 10 stig, ef þið skiljið ekki þá fáið 0. Ég segi náttúrulega að það er ekki gefin eitt séns og þegar ég bara skilja á réttum tíma og allt það. Ef hins vegar kemur upp eitthvað að þá ræðið þið við mig og þá finnum við út úr því. Stig fyrir tímavirkefni, það er lotan gildir hver klukkustund í lotinu er 20 stig meðan umræðutíminn er 10. Þannig að lotan gefur 60 stig, ef þið mætið í hana þá fáið þið 60 stig meðan ef þið mætið 3 umræðutíma að þá fáið þið 30 stig. Og ástæðan fyrir því ég vil hafa lotuna tvöfalda er að margir er að leggja mikið á sig til að komast í lótunar, það er að taka flug eða keyra langt, þannig mér finnst mér eðlilegt að það sé meti hærra heldur en ef maður bara sest niður, opna tölvuna sína heima og er mættur í tíma. Þannig að þetta er sem sagt námsmati á það og nú ætla ég að opna, ég ætla að fara inn sem kennari og opna fyrir ykkur hvernig ég seti upp einkunnarregluna. Þið eigið að sjá hana hjá ykkur líka neðst á skjánum að þá sjáu þið hver dagbók, þetta er þessi tíma og heimaverkefni, hver dagbók gildir 2%. Verkefni sem eru eftir ég setti að það gildi hærra þessar 2 af því þið þurfum með minni tíma þannig að þið ættu kannski að fá aðeins meira fyrir það. En svo eru 2% fyrir restina verkefnunum litlu. Hópaverkefnið
að það er 25% og þá skipti ég því í jafningjamat og sjálfsmat og svo kennaramat. Þannig það er 7,5% af einkunninni er jafningjamat, 7,5% er sjálfsmatið og svo er 10% að það er kennaramatið. Við erum með ritgerð og kynningu sem er 30%, þá er ritgerðin sjálf 21% og 9% þetta hérna. Og þá er það 70 og 30. Þannig að svona virkar það og þið eigi að sjá svona, þið eigi að gera, mér heyrist nú ekki allir sjá þetta og ég veit ekki af hverju sumir sjá þetta og ekki allir, þið bara, ef þið sjá þetta þá er það bara fínt, ef ekki þá bara hef ég enga skýringu á því. Þið eigið að geta farið svo inn í einkunnir sem að var þarna, sjáðu því fyrir aftur inn hérna, að sjáðu þá er einkunnir hér, þið eigið bara geta farið hér inn og séð hvernig staðan er. Þið eru búin að fá hérna gefið fyrir þessi verkefni og einkunnarstaðan er það orðin þessi og miðað við að ef þetta væri staðan núna þá kemur þarna í endan alveg að þá myndu þið sjá hvað hérna ég held að ég sjá það betur hér kannski, já, einhverna yfirlit hjá mér, að þá sjáu þið sem sagt svona og þá sjáu þið hérna reiknuð einhvern allar og svo er það loka einhvern, hún kemur náttúrulega ekki fyrir en alveg undir að síðasta þegar ég er búin að setja allt inn ástundunin og allt það líka, en þið sjáuð reiknuð einhvern að þá er það samtalan af því sem er komið, þannig að ef að þið væri búin að skila hérna í þremur verkefnum, þá væri komin einhvern hér. En hún er náttúrulega ekki full gild fyrir en þið eru komin með alla hlutana úr því. Ok, ég held að þetta sé þá bara nokkuð komið það sem er innuna og svo koma hinnir fyrirlestararnir eða hitt bara sér þannig að sé hægt að kíkja inn á það alveg sér. Og ég hætti það bara hér.